Velkomin á málstofu. Það Eydís Eiríksdóttir, sérfræðingur hér á Hafrannsóknastofnun sem ætlar að fjalla framburð frá Kárahnjúkavirkjun. Þetta svona tilrauna útsending, þannig að það verður að streyma þessum fyrirlestri í fyrsta skipti. Allur heimurinn undir, þannig að... Streymt í lag? Já. Gjörðu svo vel, Eydís. Komið sæl og blessið. Heyrið ekki all í mér? Það virkar. Okay. Ég heiti Eydís og ég ætla að segja ykkur frá rannsókn sem ég gerði á Austurlandi áður en ég byrjaði að vinna hérna og hefur verið að bardúsa við all mörg ár. Og þessi fyrirlestur kallaður áhrif Kárahnjúkavirkjunar á árframburð svifurs og leystra efna. Það sem sé ég að horfa á ferskvatn, ekki sjó. En stíflur eru alltaf að verða algengar og algengar í heiminum og aðalega hefur þetta nú verið í Ameríku og Evrópu, en svo eru alltaf að koma fleiri og fleiri stíflur í Kína. Það alveg gríðarlega mikið verið að virkja í Kína og þetta náttúrulega gert til þess að afla vatnsorku og svo eru flóðavarnir þarna, mjög stór póstur, alls kyns áveita og vatnsveitur undir. En þetta stíflur, þær geta haft heilmikil áhrif á umhverfið og til dæmis getur að breytt frambúði næringarefna í ferskvatninu og líka það sem kemst til sjávar. Og rennslisbreytingar eru óhjákvæmilegar þegar fallvatn eru stífluð. Svifurminnkun staðreynd líka, þannig að minna af svifur berst þá til sjávar á landi. Og svo það sem kannski ekki alveg eins mikið, eða almenningur veit kannski ekki, en það heilmikil afgösun gróðurhúsalofttegunda bara við það að setja vatn yfir gróið land, vegna þess að þá hefst rotnun á þessu gróna landi og metan losnar á læðingi og það er vissulega mjög mismunandi hvað mikið af lífrænu kolefni í jarðvegi, en þar sem mikið lífrænt efni á lónbotni þá verður oft mjög mikil afgösun. Og það þarf að taka þetta allt með í reikningin þegar áður maður fer í að setja niður svona stíflur og lón. Nú við höfum dálítið af lónum hérna á Íslandi og ég var að rannsaka þarna í svæði í tengslu við Kárahnjúka bæði fyrir og eftir að stíflan var byggð og við reyndum að fara þarna bæði í Jökulsádal sjálfa sem var náttúrulega vatnsfallið sem var stíflað og líka í Lagarfljót og þar sem í rauninni það hitt vatnsfallið sem var fyrir áhrifum af þessu verkefni. Svo tókum við töluvert mikið af öðrum sýnum bara í tengslum við þessa rannsókn bara til að hafa svona hugmynd náttúrulega breytingar sem gerast á þessum vatnasviðum á þessu svæði. Og við fórum bara sumar, vetur, vor og haust, skipti í rauninni engu máli hvernig veðri var, það bara ef það var gott veður þá var það nú bara bónus, en yfirleitt gerir maður bara ráð fyrir vondu veðri, þá er maður bara svo glaður þegar það er gott sko. En þessi stífla mynda henni sést hérna, hún var byggð á árunum 2004 til 2007, hún býsna stór, þetta stærsta stífla sinnar tegundar í Evrópu, hún næstu í 200 metra há, eða eins há og 2 svona Big Ben turnar og 700 metra breið. Hún þarna upp við Kárahnjúk sem var strípaður af lausum jarðefnum og til þess að minnka líkur á leka. Hérna sést stíflan hinum megin frá og þetta mannvirki stíflaði Jökulsádal sem hafði ársmeðalrennsli 150 rúmmetra á sekúndu og bar fram 6 milljónir tonna af ári af svifur. Það var gríðarlega gruggugt vatnsfall og
En eftir virkjun þess að þá bara í rauninni ferskvatn eða draga vatn í árfarvegi í Jökulsárdal og ársmælisrennsli hefur breyst mjög mikið, er bara svona 1/3 af því sem það var, 50 rúmmetrar á sekúndu og framburður svifurs er breytilegt eftir vatnsárum. Það fer alfarið eftir því hversu mikið yfirfallið er. Af því að það sem fer á yfirfall þarna við Kárahnjúk, það jökulvatn fer inn í farveg, gamla farveg Jöklu. Þannig að ef það er mikið yfirfall, eins og er til dæmis núna, búið að vera mjög lengi á yfirfalli, að þá er mikill sviframburður miðað við þegar vatnsárið er kalt og lítið vatni. Og hérna eru 2 stöðvar sem Jökulsárdal við Hjarðarhaga. Þetta voru svona 2 aðalstöðvarnar sem við söfnuðum alltaf. Við fórum mörgum sinnum á ári í 5 ár fyrir og 5 ár eftir. Og þetta eru aðalstöðvarnar. Hérna er stíflan og lónið. En einnig tókum við í Fellsá. Við notuðum það svona sem kontról. Það er algjörlega ósnert vatnasvið. Og svo tókum við líka í Hálslónið alltaf árlega þegar Hálslón var orðið fullt og hérna niður við stöðina í Fljótsdalsstöð til þess að sjá útfallið. Þessi 2 vatnsföll, Jökulsárdal og Lagarfljót, eiga sama útfall hérna við Héraðsflóa. Þannig að þó svo að vatninu hafi verið beint yfir í Lagarfljót, vatni í Jökulsárdal var beint yfir í Lagarfljót, að þá er í rauninni hérna fyrir neðan út í Héraðsflóa er jafn mikið vatn sem kemur til sjávar. Svona var þetta ástandið fyrir virkjun. Við vorum með 2 jökulsár, í rauninni Jökulsá í Fljótsdal hérna sem féll inn í Lagarfljót og Jökulsárdal. Eftir virkjun þá er ástandið svona, við erum með stíflu hér og vatni úr Hálslón og Jökulsárdal í rauninni skutlað yfir í Lagarfljót þar sem það rennur með því til sjávar. Þetta eru mynd af Hálslóni og Kárahnjúk eftir að vatninu var hleypt á og þessar myndir eru teknar þegar vatn er í hæstu stöðu. Og hérna er yfirfall, þetta er svona renna sem veitir vatninu niður í farveginn, niður í gljúfrin og vatnið fellur hérna hratt eftir þessar rennu og endar í þessum fossi hér sem er mjög tilkomumikill oft. Og hann er kallaður hverfandi fyrir þá sem ekki vita. Við vöktum, eins og ég sagði áðan, í 5 ár fyrir og 5 ár eftir og við tókum sýni af uppleystum efnum og svifur og uppleyst efni, hérna er heildarstyrkur uppleystra efna, þetta er semst gögn úr Jökulsárdal, þarna niður Hjarðarhaga og við erum með, þetta er heildarstyrkur uppleystrra efna, hérna TTS og við sjáum að það sveiflast mjög mikið yfir árið. Þetta er semst tekið fyrir áður en stíflan var byggð og svo hérna tókum við pásu, við tókum engin sýni hérna meðan var að byggja stífluna en svo eftir hérna að virkjunin hafði tekið til starfa þá hófumst við strax handa við að safna aftur sýnum og við sjáum það er breyting hérna á heildarstyrk upplýstra efna en það er aðalega það er mikið til út af því að hver rennsli breytist rosalega mikið af því að styrkurinn í vatninu er mjög háður rennsli. Svifurstyrkurinn, breytingin hins vegar er alls ekki mikil sko. En svifurstyrkurinn hins vegar, þetta er suspended inorganic matter, afsaki ég skildi ekki íslenska þessa glæru, en ég skrifaði hérna fyrir ofan, svifurstyrkur hérna. Það var gríðarlega mikið og gríðarlega sveiflukent hérna, styrkurinn af svifur í Jökulsárdal, hún var eitt öflugasta vatnsfall landsins. En eftir virkjunina þá eru bara svona einn og einn toppur. Þetta eru yfirfallssýni, sýni sem eru af jökulrænum uppruna pluss og dragavatn sem er í farveginu. Þannig að við sjáum að þetta er heildarstyrkur uppleystra aðalefna og þetta er heildarstyrkur fastra efna sem að berast fram með vatninu. Já. Nei, það er nefnilega sko af því að styrkurinn hann lækkar með auknu rennsli.
styrkur uppleystra lækkar með auknu rennsli út af þynningu. Það eru þynningaráhrifin sem valda því. Já, þegar það og bara mikil úrkoma, mikil rigning og hröð snjóbráð, þá lækkar styrkur uppleystra í staðinn fyrir að hækka eins og á við gruggið. Þannig að lægra rennsli þýðir í rauninni hærri styrkur. En áhrif rennslis á svifurs framburðinn, þessi glæra sýnir gögn úr Jökulsárdal. Þetta eru sýni af svifur sem voru tekin áður en að virkjunin var byggð og við sjáum að flúxinn eða framburðurinn sem þá í rauninni styrkurinn sinnum renslið, hann eykst mjög mikið með auknu rennsli. Þannig að þetta er mjög renslist háð breyta. Þetta er svifurinn. Þetta er hins vegar kísill, uppleystur kísill í vatni og járn. Og við sjáum að, það eykst alveg en það er ekki svona rosalegt veldisfall eins og svifurinn. Þannig að auki rennsli það er náttúrulega stór hluti af rennslinu, það er framburðurinn. Og járnið er það er einn alveg hátt uppi en það hafa sér dálítið öðruvísi heldur en kísillinn sem beygir af. Eftir virkjunina þá náttúrulega byrjuðum við að safna aftur og þá vildum við vita hvernig hefur sambandi breyst, hefur það breyst eitthvað fyrir þessi efni og við sjáum það náttúrulega í svifurinn, hann hefur náttúrulega lækkað mjög mikið eins og við svo sem bjuggumst við, en kísillinn, rennslis áhrif á framburð kísils hefur ekki breyst neitt svakalega mikið. Sjáum að það eru rauðir hringir og gulir þríhyrningar og þessi þríhyrningar þeir tákna sýni sem voru tekin þegar vatnið var semst á yfirfalli, að hálslón var á yfirfalli. Hálslón var fullt og þá kemur jökulrænt vatn í farveginn. Þannig að við vildum sjá hvort að það skipti miklu upp á efnasamsetninguna og framburð efnanna og við sjáum að það gerir það heldur betur fyrir járn. Þetta er sem sé bara þetta venjulega dragarennsli sem er núna að finna í Jökulsárdal í farveginum. Það er mjög bara kjánalegt að kalla þessa á Jökulsá núna því miður að þetta er alls ekki Jökulá, langstærstan hluta ársins. En hérna eru gulu sýnin, það er semst yfirfallssýni sem eru allt öðruvísi og miklu líkari því sem var. Þannig að járnið er dálítið svona breytt, en þetta er uppleyst járn. Svo gerum við það sama hérna við Lagarfljót, því við höfum líka áhuga að sjá hvað gerist þegar vatninu og jöklu er skellt yfir í Lagarfljót. Og þetta er sem svifurinn, hann var svona vissulega rennslisháður en núna hefur þetta aukist gríðarlega mikið. Bæði er styrkurinn hærri og svo er þetta rennslisháðara. Og hérna eru sambærileg myndum fyrir Lagarfljót, kísill hefur bara í rauninni rennsli hefur aukist, við sjáum það hér, það er ekkert svona engin lágrennslisgildi hér í Lagarfljótin lengur. Og við sjáum að járn, það er bara svolítið svona út og suður, bara eftir hvernig stuði það er í. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að skýra þetta, en reikningar af efnaframburði, þessir rennslíklar, þetta er rauninni svona framburðarlíklar, voru notaðir til þess að reikna framburð fyrir hvern einasta dag vegna þess að vatnamælingar, öll þessi rannsókn var gerð í samstarfi við vatnamælingar og vatnamælingar eru búin að mæla þarna rennsli bara lón og dón í marga áratugi og við gátum notað þessi rennslisgögn og notuðum þá dagsmeðalrennsli og við setjum bara rennslið inn í þessa jöfnur sem eru hérna og þá getum við reikna flúxinn eða framburðin og þá getum við gert það alveg eins langt aftur og við eigum rennslisgildi ef við gerum ráð fyrir því að ekkert hafi beinlínis gerst sem að breytir þessum lyklum. En við notum þessa lykla til þess að reikna bara rannsóknartímabili sem við vorum á, frá 1998 til 2003 og svo frá 2008
2008 til 2013. Þannig að við notuðum rennslislyklana bara yfir tímabilin sem við vorum að safna. Og hérna eru sýnd gröf með rennsli hérna efst fyrir og eftir virkjun Jökulsárdal. Og þetta er rennsli Jökulsárdal og við sjáum að hérna er vortoppur fyrir og svo kemur svaka fínn sumartoppur sem er svona dæmigert, svona ekta jökulvatnsrennsli. Það sem er með mjög mikið af jökulbráð yfir sumartíman en við erum með þennan snjóbránunartopp sem að hérna að vori og við sjáum hérna eftir virkjunina þá erum við ennþá með svona vortopp en við erum ekki með neitt sumartopp. En þetta hérna þetta er meðaltal sem sé af hverjum degi ársins yfir þessi tímabil hérna og þetta eru svona yfirfallsrennsli. Stundum er jökulvatn í farveginum og það er ekki alltaf á sama tíma. Þetta er svona meðaltalsgildi, þetta er yfirleitt aldrei svona langur ferill en þetta getur komið á þessum tímum. Og rennsli hefur náttúrulega gríða mikil áhrif á framburðinn vegna þess að það er hérna stór faktor. En hérna er sýnd svifurs framburðurinn fyrir og eftir. Þetta eru yfirfallsgildin, reiknum með sérstökum yfirfalls framburðarlykli og rennslinu á þeim tíma. Sjá náttúrulega í hend okkar, þetta er alveg geysilega mikil breyting. Kísillinn, uppleystu kísill í vatni. Kísill er eitt af aðal efnunum sem að kísilþörungarnir þurfa til vaxtar í sjónum og líka í fersku vatni. En allavega, við sjáum að ferillinn, bæði fyrir og eftir, hermir bara mjög mikið eftir rennslistoppnum. Það er að því að kísillinn er mjög rennslisháður, kísilstyrkurinn, og hann er bara töluvert mikið, hann bara eins eða semst mynstrið er eins og rennslinu. En járnið, munið kannski eftir að járnið var svona mjög rennslisháð eftir virkjun í Jökulsárdal og við sjáum það í þessum framburðarflúksi sem er rosalega mikill snemsumars þegar vorbráðin er mikil og þetta er sem sé það sem var áður. Svona gröf gerðum við og svona notum þessi gröf til að bara að sjá þetta. Við höfum gert svona mælingar fyrir hvert einasta mælt efni sem við mældum í þessi rannsókn og reiknað framburðinn fyrir það. Ef að við kíkjum svo bara á sambarilegt fyrir Lagarfljót, þá sjáum við rennslið fyrir og rennsli eftir og rennsli eftir virkjun er töluvert mikið hærra, cirka 100 rúmmetrar, aukning á sekundu og svifurinn er gríðar mikið hærri og heldur en hann var af því þetta þó svo mikið setjist til í Hálslóni þá er gríða mikið sem kemur niður í gegnum aðrennslisgöngin og út virkjunina. Kísillinn, alveg eins og hjá Jökulsárdal að þá hermir kísill kúrfan eftir rennslinu og járnið í sjálfu sér líka, það er bara töluvert mikið hærra. En af því að þessi tvö vatnsföll þau hittast áður en þau renna til sjávar, bara eiginlega akkurat í ósnum, þá mætast þau og þá er mjög mikilvægt að sjá þá hver heildarbreytingin er og þess vegna lögðum við saman þessa flúksa fyrir bæði vötnin, fyrir Jökulsárdal og fyrir Lagarfljót og þá sjáum við í rauninni heildarbreytinguna á afrennslinu og framburðinum út af þessari virkjun og við sjáum að breytingin er aðalega í rennslinu, í rauninni hefur heildar ársrennsli ekki breyst svo mikið, í rauninni mjög lítið. Það reiknaðist 11% rennslisaukning en það er tengt við aukna jökulbráðnun á fyrstu árum Hálslóns vegna þess að Hálslón náði alveg inn á jökli og það var aukinn vatnsþrýstingur, olli auknum vatnsþrýstingi á jökulsporðinum og þar af leiðandi meiri bráðnun.
En það bara fyrstu árin, þannig að það örlítil rennslishökning, en sko sveiflan breytt, miklu meira vetrarrennsli og hérna vorrennsli sem svona vorrenslistoppur aukalega ofan á það sem sett alltaf í gegnum virkjuna sem alltaf í kringum 100 rúmmetrar. Og svo hérna bara vantar sumartopp og svo sjáum við að vetrarrennsli hérna fer aftur í að vera hærra heldur en það var. Svifurinn hérna, ef maður leggur svifurinn saman, þrátt fyrir að svifurinn í lagafluti hafi aukist svona mikið, þá hefur hann í heildina litið minnka alveg gríðarlega til sjávar. Og þetta 85% hérna minnkun frá því sem var. Kísillinn, það hérna vortoppur sem örugglega æðislegt fyrir hérna kísilþörunga í sjónum, geti ég ímyndað mér. En í sjálfu sér bara það meiri flúks af hérna uppleystum kísil á vetri heldur en hérna var. Og járnið, við sjáum rosatopp hérna, járntopp, og það tilkomið aðalega út af þessum aukna járnflúksi hérna í Jökulsá á Dal. Nú, þegar maður reiknar svona, þá náttúrulega til að gera þetta eins auðvelt og hægt að sjá þetta allt í einni mynd, þá náttúrulega reynum að tróða þessu öll á eina mynd. Og þetta hérna, SIM Suspended Inorganic Matter, það semst svifur. Og þessi, allt sem mínus, það minnkun, þetta prósentu hérna breyting, eða semst hlutfallsleg breyting á framburði svifurs og uppleystra efna. Og það mesta breytingin í rauninni í þessum svifur. En það það 85% sko. En svo hérna nokkur efni sem hafa aukist alveg gríðarlega mikið, það járn og títan. En önnur efni hafa ekki breyst, sko, heildar árframburður hefur ekki breyst neitt sérstaklega mikið, það langflest efnin hafa hækkað. En þetta hérna runoff þá hérna afrennslið. Afrennslið hefur aukist 11% og þessi lína, hérna, brotalína á að tákna það. Og öll efnin sem eru bara á þessa línu, þau hafa í rauninni ekki breyst neitt. En svo sum sem hafa aukist meira og það þá út af styrkbreytingum í vatninu og þá aukningu. Og það getur verið, það nokkrar svona tilgátur það, hvernig stendur á því, og það meðal annars getur verið út af breyttu mettunarstigi svona sekúnder steinda í lagafljóti til dæmis, og svo getur það verið aukin efnahvörf á landi á hann fyrir til sjávar, og svo líka bara hugsanlega minni upptaka næringarefna til dæmis í lagafljóti. Það svona út af þá minna rýni, og þetta svona þær sem ég tíni reyndar til í þessari grein sem alveg að fara að koma út, og ef einhver hefur áhuga á því þá þetta allt þar, og allar tölur eru líka í þessari grein. En eitt af því sem mér dettur helst í hug að títan og járn geti verið að gera, ég held þetta séu sko öragnir sem komast í gegnum síurnar, svona kolloidar. Síurnar sem ég nota eru 0,2 mikrón, sem eru mjög fínlegar síur, en það eru alltaf einhver kort sem eru samt minni, sem eru bara svona pínu lítil og gætu komist í gegn. Og í rauninni kenningin sú að áður fyrr, þegar mikið var að gruggi í jökulvatninu, að þá hafi þessi kolloidar svo sem alveg verið til staðar, en þeir hafa kannski haft möguleika á að svona ásogast á leiragnirnar í vatninu. Þannig að við höfum ekki séð þær, og þá leið þær ásogast á leiragnirnar, að þá eru þær líka bara fastar og síast þá út með þeim þegar maður síar sýnið. Nú, þá við drögum þetta saman í nokkra punkta. Þá helstu áhrif Kárahnjúkavirkjunar á rennsli og árframburð, það breytt árstíðasveifla rennslis og efnaframburðar, minni framburður svifurs, hann hefur minnkað 85%, og þar af leiðandi minni möguleikar á efnaskipti milli
bergs og sjávar til dæmis og líka bara vatns og bergs á vatnasviðinu. Og 0–30% breyting á árlegum framburði flestra upplestrarefna. Það ekkert mikið meira en það nema fyrir títan og járn sem hefur aukist mjög mikið. Og þessi rannsókn var hluti af doktorsverkefninu mínu sem ég varði núna í mars á þessu ári, rétt áður en ég byrjaði að vinna hérna í stofnunina og var styrkt af Landsvirkjun og Umhverfisráðuneytinu og Háskóla Íslands og var unnið í samstarfi við Veðurstofuna og mig langar að þakka ykkur kærlega fyrir. Takk Eydís fyrir mjög svo áhugavert erindi. Tíma í nokkrar spurningar. Einhverjar eru? Björn Björnsson og Hafró. Hafið þið séð einhverja breytingar á ströndinni eftir að hefur minnkað svona mikið magn af svifur niður á strönd? Já, akkurat. Sko, ég var nú ekkert í að skoða það, en ég veit að var gerð úttekt á því af, ég held að veri Verkís sem að gerði einhverja rannsókn á því, held ég. Og þá voru teiknaður upp svona strandlengjur eftir gömlu loftmyndum og það var gefið út í skýrslu og það var svona verið að reyna að sýna fram á að ströndin hefði verið rosalega breytileg áður og svo framvegis, en ég veit ekki, ég fann nú alveg ótrúlega áhugavert svona timelapse vídeo af það sem var búið að setja saman alveg mjög mikið af gömlu loftmyndum, þar sem að árið 2007 eða 2008 líklega, þegar var búið að setja í gang þessa virkjun, að þá keyrði ósinn langt norður og bara mjög hratt og það svo sem alveg þetta var, fólk hafði miklar áhyggjur af þessu sko. Og fyrir viki var svo gerð ósnum var breytt, það var mókað þannig gegn sandöldur til þess að hleypa, til þess að áin færi ekki í næstu laxveiði og það á þarna sem aðeins norðar sem var bara nálgast í rauninni þann farveg sko. og til að koma í veg fyrir það var grafið þarna gegnum fjöruna til þess að hleypa jökli og lagafljóti út sko, fyrr. En þetta stór mál, ég meina þetta akkurat það sem gerist, þegar þú stoppar sandinn af sem að ætlar að fara niður í fjöru, að það alveg bókað að hlýtur að verða einhver til lengri tíma hljóta að verða breytingar á ströndinni. Þó svo að það sé nægilegt efni akkurat núna til staðar að þá sem kannski að fara til og frá, að þá hlýtur það að rofna með tímanum. Já, takk fyrir fróðlegt erindi, en mér langar að spyrja hitastig. Hafði það einhver áhrif? Og hvernig breytist hitastig við þetta mikla breytingur í rennslinu? Ertu að meina í Lagafljóti? Já, í Lagafljóti og náttúrulega í báðum án í rauninu. Sko, það hlýnaði náttúrulega í Jökulsárdal. Bara bæði miklu hægara rennslið og það nær bara að hitna. En það voru setti mælar, sýritandi mælar í Lagafljót og vatnamælingar sáu það og voru bara að reyna að komast að því og það sem kom út úr því að það var kólnun efst í Lagafljóti en það var ekki þetta var ekki lengi að svona jafna sig sko. Það kólnaði fyrst í efst í fljótinu og svo þegar það eftir því sem rann niður yfir að þá bara hlýnaði það og þannig að það í rauninni tekur ekki langa tíma að hlýna. Ég ekki viss að hafi mikil áhrif á það en vissulega það ekki það mikil hitastigsbreyting sko, sem á sér stað þarna. Það hefur ekki aðal áhrif. Ég heiti Hafsteinn Guðfinnsson, Hafrannsóknastofnun. Þetta með ósinn og tilfærsluna.
það ekki, segir ekki sagan að þessir ósar eða sameiginlegur ós hafa verið að flytjast til Jú, sagan segir það. á löngum tíma alltaf? Jú, það er það sem að, er allavega sagt í þessari skýrslu sem ég las, en það var einhvern veginn, ég held að það hafi ekki verið myndir sem sýndu akkurat svona mikla tilfærslu, sem sé loftmyndir, en kannski í munnmæli, eða bara í sögunni, ég veit það ekki. En það allavega segir það í þessari skýrslu að ósinn hafi verið á fleygiferð alltaf, en mér sýndist það ekki að fara svona mikið, sko. En þetta var, ég þyrfti nú kannski bara finna þetta vídeo og sýna ykkur það ekkert. Þetta var alveg gaman. Sérstaklega áhugavert að sjá. Það var eins og þegar, sko, ef maður ímyndi sér þarna Lagarfljót, ef við sýnum myndina, það sem Lagarfljót kemur inn hérna, það keyrir með miklu meira afli hérna eftir að það er búið blandast við vatnið úr Jökulsárdal, og Jökulsárdal er miklu veikari. Hún er ekkert að ýta hérna fram, og þá bara, maður svona eiginlega sá það fyrir sér að hún væri bara að keyra hérna, hún væri miklu þyngri og geti nagað miklu meira úr þessu. Þannig að mér fannst það einhvern veginn bara mjög lógist að hún skildi vilja að fara lengra, að því hún var miklu þyngri og miklu sterkari. Það er bara rétt áður en ég sleppi þessu mæka að spyrja Lagarfljót og Svifaurinn þar. Hann hefur aukist, ekki satt? Jú. Hafið þið mælingar það sem sagt? Já. Og þarna upp frá líka, upp á Héraði? Það eru sem sé svona mælingar, til dæmis. Þetta er Svifaurinn eftir virkjun í Lagarfljóti. Þetta er Svifaurinn fyrir virkjun. En samt er þetta þá fínni aur, af því að eitthvað sest til? Já, þetta er sem sé, það er gríða mikið sem sest til af grófaurnum hérna í Hálslóni, og Lagarfljót í rauninni er mjög lítið, eða kornastærðin í Lagarfljóti er lítið breytt. Hún er örlítið grófari, ekki mikið. Þannig að það er aðalega mjög mikið magn af fínefni sem er að koma þarna, niður í gegnum túrbínunar, út í skurðinn, út í Jökulsá í Fljótsdal, og berst þar niður til Lagarfljóts. Já, Jónas Eddi og Hafrannsóknastofnun, takk fyrir mjög fróðlegt erindi. Það var eiginlega 2 spurningar. Það sýnir fram að 85% efna verða eftir þá í lóninu, og þú ert þá með tölur væntanlega magn og annað, þannig að spurningin var hversu langa tíma tekur það fyrir Hálslón að fyllast af þessu efni sem verður þá eftir, og hinn spurningin kannski bara svona vinkill út í líffræði, hvaða líffræði tengdu við, eða hvaða pælingar voru var það eitthvað pælt í því, eða tengt öðru rannsóknum á sama tíma kannski, hvaða það, bara kannski stuttumáli, svona eitthvað, árið þess á lífríki bæði í sjó og þessum ám? Já, þegar ég var að vinna þessari rannsókn, þá var ég ekki neinum samskiptum við neitt líffræðing, því miður. En ég hafði mjög mikinn áhuga á allt sem var að gerast þarna. Ég veit að það var semst, ef ég bara svara þessari líffræðispurningu fyrst, að því að hún er í rauninni, það er eiginlega ótrúlegt að það skyldi ekki vera meira samstarf og við aðrar stofnanir. Við vorum í samstarfi með vatnamælingum, en við vorum svo ótrúlega áhugasum efnin í vatninu og hvað það var að gerast og allt þetta, en við vorum því miður ekki miklum samskiptum við líffræðinga. Ég held að ég væri einu sinni í sem flugvél og einhverju líffræðingar. Ég man eftir því að þau voru að fara á sama tíma og ég. En allavega þá veit ég að var gerð rannsókn í Lagarfljóti og á þörungum, og Íris sem að situr nú þarna bak við ykkur, að hún gerði einmitt þá rannsókn. Ég held hún hafi verið í þessari flugvél, sko. Og þá tók hún sýni á 3 stöðum held ég í Lagarfljóti, og bæði fyrir og eftir að virkjunin var gangsett, og
og það er nú komin stór skýrsla út ástandið eins og var áður, en sú sem fjallar hérna gögnin eftir að hún bara í smíðum og verður held ég fjallað það á erindi á morgun hérna á svona fagfundi, þannig að endilega koma þangað. En varðandi hálslón og hversu hratt það að fyllast, þá bara ég ekkert alveg viss það sko. En mér minnir nú að það hefur verið talað að virkjunin væri hægt að afskrifa hana eftir 100 ár eða 120 ár eða eitthvað slíkt. En ég veit ekki hversu hratt beinlínis lónið fyllist. Ég held að það hafi verið búið að reikna á einhverjum einu stað sem ég sá þá var það 400 ár. Það var allt orðið fullt. En þá var gert ráð fyrir einhverju average kornastærð og einhverju porosity og einhverju svona sem maður gerir bara ráð fyrir svona reikningum. Og það ekkert alveg víst hvort að það allt hárrétt. En lónið náttúrulega gríðarlega djúpt þar sem það dýpst. Þetta náttúrulega í gljúfri. Það 170 metrar þar sem það dýpst. En svo það mikið flæmi sem ekkert rosalega djúpt. Þannig að það mun minnka mjög hratt held ég. Bara þar sem að grynnri hlutarnir þeir náttúrulega fyllast fyrst. Og það er mikil breyting hérna efst, þar sem að vatnin kemur inn í lónið. Kannski svona í framhaldi af því voru gerðar, spyrja hafráfólkið, voru gerðar bakgrunnsrannsóknir í sjónum þarna fyrir utan, einhver sem veit það, á þörungum og næringarefnum. Það voru gerðar einhverju rannsóknir að gera svo. Ég sá skýrslu botdýr fyrir og eftir. Og þar var einmitt talað að það veri ekki mikil, ég man ekki alveg hvernig það var, en það var einmitt talað að það veri ekki mikil breyting á kornastærðinni fyrir og eftir. Að það væri svo mikið efni á ferðinni að það hefði ekki á þessum tíma sem liðin var, að þá hefði botgerðin ekki breyst. Það hefur sem sagt verið gerð þá könnun eftir líka. Mér sýndist það, já. Á þörungum og... Hann ekki eftir en fyrir. Já, Pétur heiti ég. Það mikið gróið land við Hálslón. Hefur verið gerðar eitthvað athuganir á metanlosun? Nei, ekki beinlínis. Það var gerð rannsókn á kolefnisinnihaldi jarðvegarins sem var að fara undir lón og reiknaði svona upp eitthvað prósentu hlutfall af því landi sem að fór undir lónið. Og það var reynt að meta það út frá þekktum mælingum. Þá frá til dæmis Þjórsársvæðinu sem þá algjört mínimum svæði, þar sem eiginlega mjög lítill gróður, og svo Gilsárlóni sem er lón á Mýri eiginlega, sem inntakslón, í rauninni fyrsta lóni ára inn í Blöndulón. Það var kannski ekki það því að núna mjög mikið landbrot í Gilsárlóna sem var ekki gert ráð fyrir, og það hefur ekki verið í þessum reikningum. Nei, það var náttúrulega alls ekki gert ráð fyrir neinu svoleiðis. Þetta var bara metið út frá því sem var á svæðinu akkurat þá. En svo, það sem að ég gerði þegar ég tók sýnin hann á Hálslóni, ég tók á mismunandi dýpi og maður sér alveg að það útskólun úr botninum. Maður sér ekki metanið því að það er náttúrulega bara gas og það fer bara upp í gegnum vatnsbólinn, leysist ekki upp í vatninu. En það var útskólun á ákveðnum efnum, til dæmis ammonium, sem náttúrulega svona rotnunar. Já, ég mældi það sem sé, og það var mest útskólunin, eða mesti styrkur ammonium var fyrst eftir að lónið var búið til. Og það í greininni? Já. Já, nei, það er ekki í greininni minni. Það er í skýrslu. Það er í skýrslu sem að þessa vöktun sem er frá 2014 og hún er aðgengileg á netinu. Getið fundið hana og látið bara hana. Já, það var Það er kveikt. mynd mánaðarins einhvern tímann
á NASA eða einhvers staðar fyrir virkjun, þar sem maður sá blóman sem kom frá firðinum, virtist ná halva leiðina til Noregs. Þannig að þetta virðist nú ekki vera svona bara lokalt mál. Nákvæmlega. En þetta hefur kannski ekki breyst, því þú segir að upplýstur kísill hafi ekki breyst. En verður ekki jökullinn lengur bráðnaður áður en lónið fyllist? Já, ég held nú kannski ekki, sko. En varðandi þetta með blóman, að þá held ég að þetta sé algjörlega hárrétt hjá þér og okkur hættir alltaf oft til þess að taka eitthvað sem að, þegar við erum að taka ákvarðanir okkar land, að þá bara tökum við ákvarðanirnar og við erum ekkert að pæla í því, kannski er þetta hluti af stærra samhengi og við þurfum kannski stundum að hugsa pínu glóbalt í staðan fyrir að hugsa lókalt, alltaf. Og þannig að það er, sko, kísillinn hann helst alveg inni, sko, upplýstu kísill, en ég held að við erum pínulítið líka að hugsa þessar agnir, af því að agnirnar sem eru óbáslega fíngerðar, það hanga ótrúlega lengi í laust, þó svo að það komið til sjávar og þær geta verið að losa út alls konar svona hvað sem insoluble efni sem að vilja vera í grugginu en vilja ekki vera í vatninu og geta hugsanlega nýst sem næringarefni fyrir þörungabakteríur og svoleiðis stöf. Já, Eydís, Já. Ég hérna bak við súluna. Jón S. Ólafsson heiti ég og vinn á Hafrannsóknastofnun. En ég ætla bara rétt aðeins að botna svarið sem hann til spurningar sem hann Jónas var með, að til viðbótar við rannsóknir Írisar Hansen á þörungum og þá hafa verið gerðar rannsóknir á hryggleysingjum líka í Lagarfljóti, Jónas, og fiski. Það hefur verið fylgst með fiski í Lagarfljóti og Hliðará fyrir virkjun og síðan núna eftir. Það eru reglulegar mælingar á bæði fæðu og vexti og þýðingu. Og það sem virðist vera, því að nú er ég ekki fiskifræðingur en ég sé engan ferskvatnsfiskifræðing, þannig ég ætla að leyfa mér að vera dálítið drjúgur. Það sem hefur verið að fiskur er að taka í meira mæli eftir virkjun, að þá er fiskurinn að taka meira fæðu af landrænum toga, það er að segja að það eru fiðrildi eða hunangsflugur eða annað slíkt sem að finnast í maganum eða mögunum á fiskinum heldur en fyrr. Já, Héðinn á Hafró. Ég ætlaði nú bara að spyrja þig að því að nú var einu og öðru spáð fyrir virkjun. Þá langaði mig að spyrja þig, er eitthvað af þínum niðurstöðum sem að passar þau eru öfugt við það sem spáð var? Kannski fyrst og næst það sem ég er að fiska eftir. Nei, ég held að það sé nú ekkert sem að kannski hafði verið haft orða. Það var náttúrulega aðalega með þetta með svifurinn og rennslisbreytingar sem að fólk náttúrulega bara vissi að myndi gerast. En það var enginn að pæla beinlínis í, held ég, upplýstefnunum og því þegar var verið að tala svona almennt og spá fyrir breytingarnar. Og það sem kom mér rosalega óvart var þetta akkurat að framburður langflestra efna jókst. Ég held að það myndi ekki aukast. Ég held að frekar myndi minnka eða eitthvað. Ég var mjög hissa þegar ég sá þetta og þurfti svolítið að grafa í hausnum á mér svona til þess að reyna að skilja þetta. Sólveig á Hafró, ég langar að þakka fyrir góðan fyrirlestur, en ég ætla nú að gera bara athugasemd varðandi framburðin sem að sést á gervitunglamyndum. Þær eru í rauninni að sýna gruggið en ekki blóma. Já, ok. Þetta eru myndir sem eru teknar af vetri og fyrir sýna er þá gruggið sem er horfið, en þetta er ekki frumframleiðni eða blómi. Það er engin breyting á köfnunarefnis frá rennslunni til sjávar, þannig að þú ert ekki að sjá neina breytingu á framleiðni í sjónum. Já, ég veit það ekki. Nei, ég meina auðvitað. Nei, ekki köfnunarefni. Já, ok. Já. Það reyndar breytist köfnunarefni, það jókst. Það er að segja nítrat jókst vegna þess að ég held, eða ég
Sko á sama tíma þá minnkaði til dæmis lífræna köfnunarefnið og NO3 jókst. Það er væntanlega bara út af minni upptöku á landi. En köfnunarefnis framburðurinn með ám til sjávar, hann er Já, hann er náttúrulega minni háttar. Nei, ég veit að hann er minni heldur. Sko miðað við það Já. resúar sem er í sjónum. Já, ég skil það. Já. Kannski í framhaldi, hefur fiskgengdin breyst þá í Lagarfljóti, veistu það? Ég hefði ekki að vera það. Ég get sagt það sem ég las, að já, það hefur minnkað í Lagarfljóti, með það sem var áður, sko. Allavega á þessum fyrstu, hvað er það núna, næstu 10 ár síðan að það var opnað fyrir. Veiðimálastofnun gerði sem rannsókn á því, það er til í skýrslum líka, sko. Þá er eiginlega tíminn hlaupið frá okkur, en við þökkum Eydísi aftur kærlega fyrir gott erindi. Takk fyrir sem við.